Við bara byrjum þetta. Episode 203, ekki? Jú, Djöfull var Prates flottur maður. það var rosalega. Shit. Svo þessi gæði bara, hann reykjandi síka og drekkandi bjór og borðið Nutella og eitthvað, bara. Já, þetta alveg gauður, sko. Algjör meistari, sko. Já, hann my spirit animal, sko. Þú veist. Pratis your spirit animal. Ég fíla það. Já, kæra hlustandi, það 5. lótan sem hildur ykkur á fallegum þriðjudags morgni. Það morgun þátturinn, 15 lótan Gekkja. sem hilsar. Bítið. 5. lótan í bítið. Herri, það hérna geggja UFC, það var geggja UFC helgina og geggja UFC framöndan og þess vegna vel við hæfið að fá góðan gest í stúdíóið sem í þetta skipti engin annar en Mjölnis legendið unga Jón Frank. Hæ. Gott að fá þig. Hérna, long overdue að fá þig í þáttir. Já, þetta er... Já, ég er bara búin að horfa á þetta á fullu, sko. Já, Já. við bara haft gaman að þessu. Það er bara, þú veist, alltaf gaman þegar þú dettur svona í chatið og ert eitthvað að rífa kjaft, sko. Það er komið það. Ég, hérna, þá maður svona, bara hafa hann í stúdíóinu. Já. Komst þér á, radarinn, í glíminu við Halldór Já. Þú feikaðir hann út, Já. Mér varst það alveg bara besta sem ég séð í bara íslenski glímu, sko. Já. Halldór Logi var einhvern veginn ekki nú ánægð með þig. Nei, það var ekki... Þú sagði að það getur verið hættulegt og bla bla bla. Það var ekki alveg... Það var ekki samfærður. En við erum ekki til að samfæra Halldór Loga. Hérna, horfður á UFC helgina? Nei. Það er vesinn. Já. Ég fór eitthvað aðeins yfir þetta. Ok. Ég átti von á einu grjóthörði, já, heldur betur. Hver er svona þinn uppáhalds UFC fighter? Núna? Já. Ég er í, en veist, síðast þegar hann fættaði þá fór ég að gráta. Fórstu að gráta? Fórstu bara legit að gráta? Nei, ekki alveg, veist, ég var alveg vel disappointed í honum, sko. Já. Ég hitt hann einu sinni. Það var á Mjölni? Já, hann kom í Mjölni maður var á æfingu. Ignoraði mann samt, sko. En uppáhaldsveiturinn og svo Carlos Prates. Ég meina, hann var að fæta síðast í. Já. Lilla unity sem hann er, sko. Er ekki bara að tala um Carlos Prates? Já. Er ekki bara að ræða Jack Daniel Maddalena á móti Carlos Prates? Jú, just fucking performance, maður. Það voru allir í síðasta þætti, bara eitthvað, Maddalena er svo góður, maður, hann er bara of góður og eitthvað bla bla og þið samfærið mig svona smá, ég var eitthvað svona, já, ok, þú veist, hjarta segir Prates, en jú, kannski er Maddalena eitthvað svona góður. En svo eftir þáttinn, þá skipti ég skoðun og ég setti pening á Prates og græddi vel á því. Já, það. Þannig að ég læti ekki plata mig svona öðvöldlega, sko. Kannski smá stund, en svo sá ég við mér. Já, þetta var sko lélegasti Jack Daniel Maddalena sem ég hef séð. Já, veist, það bara maðurinn sem var fyrir framan hann, veist. Það er sami gamli góði Jack Della Maddalena. Núna var hann bara fyrir framan fucking... Ég veist, Maddalena fór svo auðveld að leiða titlinum. Þú veist, Shavkat Drakhmanov mittist og var bara eitthvað, hver er laus til að berjast á móti Belal, fattar við. Og þú veist, þú þarft ekki að vera eitthvað allt og góður til að vinna Belal. Nei. Og núna er hann búinn að mæta Íslam og Carlos Prates, einhver svona alvöru gaurum og þá sér maður bara, ok, þessi gaur er ekkert á þessu leveli. Og þetta er svolítið svona eins og Jamal Hill var champion á sínum tíma í light heavyweight og þá var maður bara eitthvað svona, að þú veist, hann náttúrulega fór eitthvað, ég man ekki, það var einhver sem meittist og var eitthvað dró milli Glover og Jan Blachowicz og eitthvað. Minnir að Jiri... Já, Jiri veikheitaði, nákvæmlega. Öxlinn hans. Já. Og þá hvernig fekk Jamal Jensen vann eldgamla Glover, Worst Glover og var champion, þetta er svolítið svona svipað. Og eftir að hyggja Emma bara svona, þessi gæjar voru aldrei alvöru champions, fattur við. Fyrir mér var Jack Della Maddalena engin champion, hann bara svona slisaðist inn í auðveldan titilbarda, hélt á beltinu í 2 mínútur, en það er enginn að fara að minnast hann sem einhvers champion, svo hann er aldrei að fara að komast náttúrulega aftur. Ég vissulega sammála því. Já. En maður veit alveg svona hvað hann getur og hann getur alveg meira en það, sko, að standa fyrir fram Prates og láta berja sig. Já. En ég man sko, fyrst skipti sem ég sá Jack Della Maddalena var á móti Basil Hafez og út af þeim barda var ég bara, þessi Basil Hafez er geggjaður. Þú veist, ég var ekki að spá bara eitthvað hvað þessi Jack Della Maddalena væri geggjaður. Þú veist, þá var náttúrulega Basil Hafez huge underdog á mótunum, sko. En gaf hann samt alveg svolítið svona 50-50, kannski 60-40 fight.
og ég var meira spenntur fyrir Basil Hafez, þannig að ég hef alltaf verið með mínar efasemdir með hann, sko. Já. Hann vissulega góður, en þetta ekki champion level þó hann hafi haldið á beltinu í smásnund, sko. Heppir að hafa slísast einhvern veginn, já, fengi welterweight í einhver svona slísi. Á það til að gerast. Já, en það er svona welterweightin samt svona, Já, hún þétt, sko. hún það. Gaman að þessu. Ég gerði siðil, melgina, sem að Jack Daniel Maddalena var síðasti fætinn, fyrir 22 stuður. Svo var ég bara, Þegar svo eftir á var ég bara svona, þú veist þetta alveg, skilja. Byrjaði ekki svona, þegar fórst að heyra hann segja bara, fekk low-kickin, og bara, þjálfur hann eitthvað, Jack, no, Nákvæmlega. Þetta var sko, ég held einhvern veginn að Jack Daniel Maddalena myndi svona adjusta aðeins betur, sko. Hann myndi, þú veist, þurfa að loka distansinu og fara bara í clinchið eða smá glímu til að bara klára að loka distansinu, En hann var svona eitthvað, loka og svo bara svona fraus hann fyrir framann Prates, bara í rangeinu og let bara buffa sig. Af því hann vildi einhvern veginn ekki alla leiðin í clinchið og í glímuna og var þá einhvern veginn bara svona fraus í einhverju svona mid-range. Og þetta var að gera alveg brjálaðan. Já, hann náttúrulega náði einhverjum takedownum og reyndi einhver takedown og það svona, ok, þetta er leiðin hans að þessu, sko. En bara, Prates sem er svo góð low-kick að þú þarft að fara svo nálægt honum til þess að gera eitthvað og þá næri hann bara low-kicka áður en þú kemst í nægilega gott færi einhvern veginn. Þetta var ekki bara hittum vel. Já. Ekki Prates líka miklu stærri en Jú, lengur fram, sko, miklu lengur fram. Hávaxnar er bara risa welterweight, sko. Já, hann er pínu engispretta, sko. Þú veist, hann er svona einhvern veginn lítið svona búkur langur Hann faðmur. og Michael Morales, þeir eru rísar. Já. Svo ég horfði eitthvað, ég sá eitthvað smá á JDM, þú veist, hann leit ógeðslega lítill út, þú veist, mér það lítið út eins og lightweight eða eitthvað. Já, það var líka alveg færi raukur því, kannski það bara náttúrulega dild fyrir hann. Þú veist. Já, getur verið. Prates með, þú veist, 1.98 í faðm, sem hefur verið, þú veist. Það er svakalegt. Já, veðsinn fyrir Jack Daniel Maddalena, sko. Já, hann er svo lengri fram heldur en hæð þá. Já, hann er 1.85 á hæð, 1.98 í fram. Það er svakalegt. Þess að munar, einhvern 13 cm á regionu. Þannig að ég held að það spila svolítið inn í. Þetta er degja í svo nýjum. Herru, já, þú er búinn að slíta Nei, má segja það, shit. Nei, bara ég sleit ekki neitt. Nei. Það er ekkert staðfest. En Prates performance of the night, Quillian Salkild mútið Beneil Darius. Herru, já, Beneil bara droppaði hann í byrjun og maður var bara, eitthvað, en hann kannski svo smá slippaði, sko. Já. Kannski ekki alveg dropp, en já, svo var hann ekki lengi að klára hann. Nei, sko, kommentatorinn sögðu he's no longer a prospect, he's a contender. Er Quillian Salkild a contender? Já. En þú veist, Já, samfærður. Nei, já, þú veist, Beneil Darius er ekki alveg nægilega gott test. Kannski Beneil Darius fyrir nokkrum árum, ég veit ekki, en mér veist hann ekki búin að líta nógu vel út undanfæri til að sé hægt að segja að vinna hann gerir mann að einhvern title contender, sko. Nei, en það er samt svona setur þið skilur svona upp þér. Já, kannski. Þú veist, það er ekki lengur bara eitthvað svona gaur að taka á svo fyrst skreiðin, vera nervous og eitthvað að berjast við eitthvað svona no-names. Darius er alveg svona gæmið reynslu og getur alveg eitthvað. Einmitt. Er Salkild núna rengt á? Ég veit það ekki. Það er góð spurning. Sjá hvort þessi búin að, þeir eru búin að uppfæra þetta, veit ég. Það er sama Komen. Já. Beneil Darius fór niður 2 sæti og núna 14. Og Quillian Salkild bara er í 12. Hann hoppar inn á rankings með þessu. Ok, það er eitthvað. Það er eitthvað. Jón Frank with the big questions sína. Þetta var í lightweight. Já. Þannig, já, þú veist, hann gæti alveg challenge að vera titilin einhvern tímann, en það eru margir undan hún í röðinni og það verður áhugavert að sjá, þú veist, hvernig hann fær næst. Þú veist, beint fyrir ofan er Rafael Fiziev, getur verið geggjaða fætt, beint fyrir ofan það er Mauricio Ruffi, getur verið geggjaða fætt. Ég segi Ruffi. Já. Salkild mútið Ruffi. Það getur verið. Geðið. Já, sama hvað allir fyrir ofan hann getur gefið hann skemmtilega fætt, sko. Við glindum aðeins minnast á það, sko, í Prates umræðinni.
hann, þú veist, ætti hann að lípfloka Ian Garry í titilreysinu? Ian Garry náttúrulega með sigur í honum, hvað finnst þér? Mér finnst það spennandi að sjá Pratis titelsót sko. Já, það er nefnilega spennandi sko. Það eru 3 gæjar sem getur fengið titelsót, ekki? Veist, Jú. Ian Garry, Michael Morales Já. og Pratis. Já, nákvæmlega. Pratis. Aftur morgunin sko, heilin er að hrökka í gang sko. Sko, það er með bæling sko, en þú veist, þarf Pratis kannski, þú veist, taka 1 barða í viðbót eða ættir að para hann sama við Michael Morales. Mér langar ekki að eyðileggja rönnið hjá hvorum manni, þú veist, mér langar einhvern veginn að þeir báðir fái title shotið sitt, mér langar ekki að para það saman nema að verði fyrir titilin og því ég vil sjá það og báða fara í rönn og fara, veist, að titlinum. En ég held sko, ef þú myndir para saman Islam Makhachev og Pratis Pratis á ekki sens í það. Þú veist, við getum ekkert sagt það. Ertu svona hæ á Pratis? Já, þetta er uppáhaldsfættirinn minn, sko. Já, það er málið. Hann er búinn að vera það lengi, sko. Veist, hann er búinn að vera á mínum svona topp 5 lista núna í svolítið tíma, en ég held að hann hafa orðið bara, hann hafi bara hoppað upp í sæti nummer 1 helgina, sko. Það er eitthvað. Þetta er svona, já. Hann er eitthvað eftir fight eitthvað með whisky hérna upp á búrinu sko. Nákvæmlega, hann er svo mikið my spirit animal, hann er bara eitthvað jammandi og reykjandi síkó og bara, þú veist, þetta er bara eitthvað svo, þú veist, þetta er bara eitthvað svo, eins og þetta sé eitthvað effortless fyrir hann, svo sér maður bara á honum í búrinu hvað hann hefur gaman að þessu, eins og ég man ekki hvað fight það var, en þú veist, hann var bara einhvern veginn svona búmm að hitta einhvern guður og greip í hendina á honum og var bara eitthvað þú veist, hann er bara með svona stæla þú veist, og hann hefur svo gaman að þessu það er svo gaman að sjá sko. Var það mótið Jeff Neal? Það getur verið, já hann er allan að þú veist, hann bara, maður sér hann hefur svo gaman að þessu sko. Svo cool hvernig hann grípir í hendurnar á gaurum og hann veit hann með mikil og bara, þú veist, hann er líka bara svo, þetta er bara svo mikið, það er svo mikið kraftur í beinu höggunum hans, þú veist hann næri einhvern veginn að generata sama kraft og bara þegar menn henda bara í svona overhand sveiflur og setja allt í það, hann næri því bara með bara mega clean beinum höggum og bara þú veist eins og sáum hann hérna þegar hann droppaði Leon Edwards að það einhvern veginn, þú veist, það virkaði eins og hann hafi, þú veist, ekkert sett alltaf mikla þyngd í þetta högg en Leon Edwards bara augun aftur í nakka fattu hann er með scary power og hella clean sko já hann er líka bara, hann er skemmtilegur, hann er með stæla ég þetta mistaði þessu whisky-momenti sko já, þetta er reyndar áður hann var í UFC áður hann var í UFC en hann fór á megapartí eftir fætin sko þá var alveg einhver vídeo þarna á honum með whiskyflösku og eitthvað sko bara að jamma það var gaman sko hann er að jamma maður af hverju eru þessi gaurar eins og John Jones og Pratis af hverju geta þeir jammað svona mikið þau verður bara eitthvað að lifa lífinu þau takkir sér ekkert of alvarlega en samt verður svona góður ég veit það ekki þeir eru að æfa samt, þú veist meira en allir hinni, sko en svo var hann bara að reykjandi síkó alla daga nei ekki? eða það? já, hann reykjandi síkó bara ég meina, það veist, það er alveg hægt að er eitthvað búið að testa kardíóns eitthvað vel hvað móti Ian Garry 5 lótur já mér fannst svona endanum á fætinum var ekki hann Pratis var, þú veist að losa sig af Ian og Ian var bara, þú veist að mér finnst þetta svo, já, hann var eiginlega ferskari en Ian Garry, sko svona alveg undir lokin, sko hann barðist ógeðslega mikið í Muay Thai hann bjó í Tælandi og bjó hann í Kína heldur líka og var bara að berjast fyrir óslega lítinn pening fyrir leifunni og ég held að sé með einhverja sko vel yfir 100 Muay Thai barða hann var bara að berjast bara, þú veist kannski 2 svar í viku þegar hann var bara í Muay Thai-inu sko og bara höglega tjammandi og reykjandi síkó og eitthvað, þú veist, það bara ekki Tælandi Muay Thai menningin, þú veist, menn er að reykja bara eitthvað og fæta á hverjum degi, nei, ekki hverjum degi, hverju viku gaman að það herru, ég var að leiði út eins og fíbl að hafa bakkað Jack Della Maddalena já, ég glæðir í skiptum skoðun að ég lit ykkur hérna strákana í þættinum ekki plata mig nei þó ykkur hafa tekist það í smástund já, ég bara átti von á aðeins meira frá honum Jack mínum Steve Erceg
Sko IKEA starfsmann, sko, hann gæti náttúrulega verið, hann lítur út fyrir að vera einhver svona IKEA sportrækt starfsmann. Hann fór bara að blóta eftir barðan. Já, eftir barðan? Já, í viðtalinu? Já, ég man ekki nákvæmlega hvað, hann sagði eitthvað svona let's fucking go eða eitthvað. Ég fór svo hratt í gegnum þetta, ég bara horfði á þetta í gærkvöldi var ég að horfa á UFC, því ég var að halda barnaafmæli hérna á laugardaginn þegar þetta var í gangi. Þannig að UFC byrjaði bara, og geggjað sko að UFC byrjaði bara, þú veist, ég vaknaði kl. 8 morguninn og UFC var byrjað. Ég bara, hvað ég elska, að bara vakna í rólegheitum og bara kveikja sjónvarpinu og bara UFC í beinni útsendingu. Þetta er draumur. Þið leið fyrir að UFC skuli ekki vera ástralskt kompani. En já, hérna, Steve Erceg, mér fannst, og Tim Elliott, þetta var svo fyndið dýnamík að bardaginn byrjaði af því að Steve Erceg er svo ógeðslega clean boxing, bara svo geðveitt clean, sharp gæi og Tim Elliott er bara einhvern veginn með svona geðveitt skrýtna hreyfingar einhvern veginn svona dansandi og hérna, og jú, veist, mér fannst Tim Elliott taka fyrstu lótu og hérna, hann er góður og hann er fighter en svona horfandi á þá þegar bardaginn var að byrja, þá var þetta bara eins og þetta væri boxar á móti einhverju gauð sem hefði aldrei barist áður. Þú veist, ég bara, hann er með svo ógeðslega funky hreyfingar einhvern veginn. Einmitt. Og líka, þú veist, ég elska Tim Elliott, sko. Ég elska að horfa á hann berjast. Bara, maður veit einhvern aldrei hvað er í gangi, sko. Og svo er hann bara góður í ítsi líka og bara flottur gauð, sko. Ég elska hann stíl, sko. Og ég skil alveg, þú veist, að ef við tekið Steve Erceg svona eina lotu að átta sig á þessu tempói, sko. En svo þegar hann er bara einhvern veginn, ég man ekki, hann næri hann með bara einhverju power hægri, sko. Steve Erceg nær Tim Elliott og þá svona hægðist þess á honum og þá var auðveldar að grípa hann, sko. En með svona hína lóðirnar svona tiltölulega auðveldar fyrir Steve Erceg. Hann fór bara að heita hann meira og meira og bara fann út úr þessum svona óhefbundna stíl sem að Tim Elliott er með. Já, nefnilega. En Tim Elliott fekk eitthvað internet abuse eftir barnið sinn. Það er okkur allir svona vondið Tim Elliott. Það er bara ég man ekki, sko, ég las yfir þetta að henni þetta sótt í skjáskotin. Já, sem sagt einhverjir tipparar þarna úti þú sendur hún skilaboð og bara I hope you get Ray P.E.D. You faggot, you fucking suck dick. I hope your wife leaves you and cheats on you. I hope your kids grow up to hate you. You're the worst MMA fighter on the planet. I genuinely hope everything bad happens to you. Og bara, hversu súr getur þú verið yfir að hafa tapað veðmáli að þú þarf bara að senda fighternum þessi skilaboð. Þú kemur bara næsti, bro, you got beat by a cat in the hat. Okay. En þetta er vist mjög algengt að fighter að fá svona skilabóð, sko. Já. Ég held að, þú veist, ef þú ert UFC fighter þá átti ekkert að vera að opna message requests eftir tap, sko. Svo er þetta líka bara einhverju algjöra bollur, þú veist, að senda. Það er aldrei gert neitt erfitt. Nei, ég veit. Erfitt sem þeir hafa gert er að tapa peninga á þessum bardaga, skilur. En hver var að setja pening á Tim Elliott þannig að byrja bara? Já, ég meina eitthvað sem hafa greinlega trú á honum. Ég var með Erceg á mínu parlay, græti ágætlega á því. Það var einhver 50 skall sem kom inn á því parlay með þér. Þú komst með á parlay? Ég var með Quillan Salkid, ég var með Steve Erceg, ég var með Brando Perisic og Carlos Prates. Það er góður fórleik parlay þarna, sko. Svo setti ég auka bara 100 eurur á minn mann Brando Perisic. Uppáhalds heavyweight fighterinn minn. Sem var, sko, hérna, Fight of the Night. Já, það var hörku fight, maður. Djöfis fucking zombie er Gassiev. Það er sem það búið að berja hundum hundurna. Brandon Perisic, sem er Samuel Gassiev, var Fight of the Night. Það hlýtur að vera búið að berja hundin úr Samuel Gassiev núna. Hann er ekki svona börðum, sko. Nei. En hann bara gekk áfram eins og algjör fucking zombie og maður var bara ætlar hann ekki niður eitthvað. Svo var maður smá hræddur af því að hann hitti alveg nokkrum höggum tilbaka og það getur allt gerst í heavyweight. Já. Þannig að ég var svona, þú veist, ég var alveg búinn að segja við menn að þetta væri lokk og þú veist, það voru nokkur eld þetta bett og eitthvað. Og hérna, ég hafði svona smá áhyggjur bara út að hann fór ekki niður og hitti alveg einhverju tilbaka og þú veist, hann er náttúrulega, þú veist, menn eru búin að vera að hægja honum, sko. Þú veist, þegar hann kom inn í heavyweight, þá voru menn hérna, hér er fest blóð, hér er einhver spennandi gæi, sko. En ég held að Brando Perisic sé þessi, he's that guy, sko. Já. Hann er komin til að hleypa smá lífi í þessa
leðilegu deild, sko. Já, ég þarf alveg að vera sammála því. Já, við kynntum honum í London, eða ekki? Við sáum hann fyrst í London. Og... Já, móti Louis Sutherland. Já. Og ég tók hana viðtal við hann. Já. Þá sagði hann, ég spurði, viltu fleiri bardaði þessu ári? Hann bara, já, ég vil fá svona 5 bardaði viðbót á þessu ári. Já, ok. Og ég er bara svona smá hló. Svo var ég eitthvað ásýttir í leðilegu hann. Sværi, já. En já, hann er uppáhalds hefðið minn þetta, sko. Já, þá eigum við kannski bara vona honum 3 sinni viðbót. Ef hann vil fá það sem hann... Já, 4 sem viðbót, hann sagði 5 viðbót þá, sko. Það var svona 5 í viðbót? Já, 5 viðbót, þess að hló ég upp í opið á mannum, sko. Já, hann átti að skilja. Það er hálf gullað. En, já, gamla þessu. En svo droppa hann á endanum bara gassíf, bara dýsh, alveg bara hausinn lengst aftur og datt aftur fyrir sig, sko. Það var alveg bara... Það var svona 2 og 3 svar, það sem að hausinn á gassíf bara svona snappaði svo langt í baka. Hann er með hausinn sko líka í dag eða þá, sko. Já, ég veit. Greiði maðurinn. En það var hörku, þetta var mjög mikið pace fyrir heavyweight fight, sko. Já. Maður sér ekki oft svona mikið pace, sko. Samanlega. Það var svona Josh Hockett dæmi. Elsku Hockett. Hefur þú eitthvað svona freistast til þess að fara í MMA? Jón? Ég var í MMA, sko. Þú varst í MMA? Já. Nú? Ég held að væri bara glímukall. Já, ég byrjaði í MMA fyrst, sko. Byrjaði sko, Biggi í Reykjavík MMA. Biggi í Reykjavík MMA? Það er í keppnisliðinu, Birgir Orri. Já, ungur. Akkur, hann er svo grannulangur, ungur. Þú veist, hann er bara nýkomin inn í keppnisópinu þá, þú veist, hann er bara búinn að vera í MMA 2. Já, okay. Við vorum saman í grunnskóla og við vorum ósammála hver myndi vinna fight. Ok. Og hann átti einhverja hanska og við fórum út á tún og lúbarinn á honum og svo bara eitthvað, já, fuck you, ég ætla að byrja að æfa, þú veist, MMA, ég ætla að rústa það næst. Já. Þið voru lítil mynd á honum, ég nægast ekkana. Já, ég veit alveg hvað þér. Já. Alltaf eitthvað í chatinu, eitthvað undir einhver fake name, sko. Já, ég veit alveg hvað þér. Ok, þannig að þú byrjar í MMA því þú varst að bífa við Birgir Orra. Þeir eru vinnir eða eitthvað? Já, við erum góða vinnir, sko. Já. Við vorum bara eitthvað að talka shit, eitthvað. Og við áttum að taka eitthvað interclub dæmi, 2023. Já. Hann pussaði út, sko. Já, ok. Já, ég þurfti að taka einhvern annan gæða, sko. Sounds familiar. Já, þegar þú pussiði þér át og vildir ekki berast mig, þetta var sama endurklöp, þetta var í desember 2023. Já. Ég held það. Það nonni fór hvart þegar hann ætti ekki fleiri linsur og geti ekki berast mig. Það er interklöp dæmi, það er geggjað, sko. Já. Það kýtlar að fara aftur í MMA, sko. Já. Það var mín fyrsta keppnisreynsla, ég get ekki beðið eftir, ég ætla að skrá mig núna 7. júní. Þú get ekki beðið eftir því að vera dæmdur aftur úr leik? Dæmdur úr leik? Hvað meinarðu? Þú varst svo aggressífur eitthvað, þú ert að kolla off eitt fætt hjá þér. Já, ég meina bara gæinn bara eldi mig upp og pressaði endalast á mig. Já, ég átti ekki að kýla hann eða dæmdur úr leik. Þið ekki með eitthvað fætt? Ég með? Þannig að þið með eitthvað svona... Já, ekki á interklubinu. Já. Og við erum að fara að gera það aftur með þér. 5. lotu fætna, þetta er staðfest. 18. júlí. Já. Nonni er að fara að berjast við Heiðar og ég er að fara að berjast við Ella. Já. Ég reykja ekki MMA. Þannig að það er bara fightcamp í fullu gangi. Þú getur bara að bygga. Já. Birgir Orra. Já, hvernig verður það? Það var ekki aðeins. Sjá hvað það vil hlaða, sko. Það þorir. Já, ef maður þorir. Sko við þurfum að setja upp, ég ætlum að setja upp nokkra bardaði viðbót, þannig að þetta er í búið, sko. Já. Ef þú vilt kalla einhvern út, sko. Ég? Já. Kannski fyrir ofan þyngdi mína, sko, en mér langar að taka Róma, sko. Róma? Já. Það er smá svona... Korsjak? Já. Já, ok. Ég keppti á móti honum í skólaklímunni, sko. Það var ofbeldisfull, sko. Já, ok. Þannig þið myndu vilja glíma með hann? Já, glíma eða, þú veist... Nei, ég er ekki góður að strækja, sko. Já, ok, það geti verið skemmtileg glíma, alltaf að setja upp. Já. Þetta var alveg... Ég gerði eitthvað dónalegt og í Austur-Evrópu er þetta ekki tekið vel, ég fatt það ekki alveg. Gæti nú verið að þú væri með eitthvað glens og grín? Já, ok. Svo var ég í 3 mínútur og hann var að rústa mér fyrir þetta. Ok. Tók í hendina mína eitthvað, glíma eitthvað, krumlu og eitthvað.
Ok. Já. Þannig að það gæti verið Já. svona bad blood. Já, þeir að hlusta á þetta? Nei, þeir hlusta ekki, þeir ekki nú. Þannig að ég var í gardinu mínu og það er allir að horfa í skólanum eitthvað. Ég fatta ekki alveg hvað þetta var eitthvað illa séð. En ég byrjaði að taka svona... Já, djösk á hausinn. Já, Já, það var eitthvað að fokki honum. já. Hann hefur... Hann bara starði á mig sko. Ég að reyna að drepa mig. Ég gæti trú að hann sem er svona mean stare down. Já, hann skeri sko. Já. Voru engir svona þyngdarflokkar í skólaglímunni? Nei, ég held sko, það voru þyngdarflokkar fyrir mig, Andrés og Balta og svo bættist Róman inn sko. En það var mjög gaman sko. Já. Allir skólinn eitthvað. Eitthvað peppa? Þú, hvað skóli er það, segirðu? Þannig að tæknú. Já. Til yðnaða menn maður. Já. Tækniskólinn hérna niður í bæ? Já, hann skólar er alltaf. Já, geðvægt. Þú hvað er það að læra? Ég er að læra rafskinn. Nice. Ég er sko alltaf að daðra við það að fara sko í tækniskólann aftur. Back to menntaskóli. Og verða múrari. Jaha. Já. Já. Ég er með svo rómanskir hugmyndir hvað mér finnst bara notalegt að dúlla mér að hlusta podcast og matla saman einhverja steypu. Já. Ég held að með svona draum, ég langar að vera bifvélavirki. Jaha. Já. Bara alltaf út af því að gamli bíllinn minn bilaði svo mikið. Ég átti að eyða bara öllum peningunum mínum til bifvélavirkja. Svo ég var bara til að það er geggjað að ég geti gert það sjálfur. Já. Þú getur örugglega gert það. Sko, ég keypti mér bremsuklósa í gær. Til þess að skipta Alltaf að gera það sjálfur? alveg sjálfur. Já, ok. Hættulegt. Ef ég sé fyrir mig svona þegar ég er búinn að skipta klossa innan gæslappa og svo bara fer ég yfir djúumfyrirna og bara jæja, moment of truth. Shit. En við höfum neitt með gert það. Þetta er ekki flókin aðgerð sko. Nokkri boltar og check og eitthvað. Easy peasy. Easy peasy. Ég fór vastælaði bílum mínum daginn. Það kostaði 100 skall. Og það er bara, þú veist, 3 klukkutímar vinnu til að skipta út vastæli sem kostaði 10 skall. Þú veist. Já. Þetta er bloody, sko. Já. Ég eyti svo miklum peningi í gamla skóta minn, sko. Það var alltaf eitthvað að koma fyrir, sko. Það var líka, 19 ára gammal bíl sem ég sakka mig mikið. Já. Þegar ég fór að skila honum, ég lenti í alvörunni í ástarsorg. Þegar ég var búinn að keyra bíl sem ég var í æfingarakstri. Og þegar ég fór þarna, hann var loksins döður, alveg. Fór að skila honum. Ég bara, mér leið bara, þetta var ástarsorg. Vá, mér heyr svona eins og svona komið svona krakki í hálsinn. Ég veit það. Og Ég svo bara, það ég sagt, já. Það veist, þetta er bara, bíl búinn að fylgja mér lengur en nokkuð kærasta, sko. Já. Það var sérstakt samband, sko. Konur líka endast ekkert eins og gamla skóta. Þú getur ekkert compare, sko. Nei, gamli skóta svíkja mann ekki, sko. Nei, ekki þess að kellingu. Miklu öruggari. Herru, talandum hérna talandum kellingar. Hérna, við ætlum að gera grína einni í síðasta þætti og við fengum kvörtun. Við þurfum að gera afsökunar. Þú getur ekki sökkuð það svona inn í þetta, sko. Þetta grafa svona dýpri gröfur á mér. Já, en við getum svona kvört á svona. Já. Ég mundi þetta allt inn, ég glemdi. Já, ok. Hvað með það? Nei, ég gera það þér. Ok. Ég get ekki sekvað það svona. Nei, ég veit það. Þetta var ofljótt. Hálum ís eftir áramótin. Já, það er bara. Við höldum bara áfram, sko. Já. Ég fann að hafa gaman að þér. Já. Það er gaman að þér. Aðeins og. Yes. Speaking of which, herru, Steve Ersek til Elliot. Hérna, hvað er að gera við Steve Ersek? Hann er einhvern veginn ekki nógu góð til að berja neitt inn á rankinglistanum. Jú. Steve Ersek ég er big fan af Steve Ersek og hann getur, þú veist, ég held að Steve Ersek, ég meina, hann arguably vann 2 lotur af 5 í title fight á móti Pantoja sem búin að vera bara untouchable champion. Í barða sem hann tapaði. En samt, þú veist, hann átti erindi í title fightin, sko. Núna næstu helgi title fight milli Joshua Van og Tatsuro Taira. Ég held að Steve Ersek er alveg fullt erindi í barða á móti þeim tveimur, sko. Ég held að Joshua Van á móti Steve Ersek yrði banger, sko. Kannski Tatsuro Taira er með of mikið bara svona wrestling pressure, en hann er fucking second or third degree black belt Steve Ersek, sko. Þú veist, hann er, þú veist, hann kann alveg að glíma, sko. Já.
Þannig að ég held að hann er fullt erindi bara með öllum í þessari deild sko. Ég held að hann geti, ég held að allir sem er frá honum, hann er í góðan sens. Ég held að Brandon Moreno er bein frá honum, ég held að við myndum para þá saman núna þeir voru ekki búin að berjast, nei. Asu Almabæf, Amir Al-Basi, ég held að hann geti alveg tekið allar þess að gæja sko. Já, þegar ég sagði þetta, þá meinti ég samt sko að að hann væri búinn að fá bardaga við ranked opponents, en hann tapar þeim alltaf. Ég er ekki að segja að þú getur ekki parað á saman sko, hann tapar alltaf öllum börnum. Já, hann tapaði á móti Brandon Moreno, hann geti unnið hann. Já, hann tapar þessum börnum alltaf. Já, ok. En svo lendir hann í einhverjum gauð sem ekki rann og buffar þá sko. Já. Hann er svo mikill bubble boy sko. Já, en byrju, Tim Elliott var samt alveg inn á rankings, ekki? Jú, Tim Elliott er í 12, fór niður 1 sæti, hann var í 11. Nú já, ok, I stand corrected. Já, þeir eiginlega flippa sko, Tim Elliott fer úr 11 í 12 og Steve Essek fer úr 12 í 10. Alex Perez fór niður hann 1 sæti við það. Ég skilji. Herri, eitt sem fór svona aðeins under the radar á þessu karti, það fannst mér, það var Marwan Rahiki. Freaky Rahiki? Já. Geggja nickname. Já, þú er þessi gaur góður. Hann er mjög góður sko, ég held að hann sé aðeins svo kokki samt sko. Hann var að tala svo mikið á blaðamannafundinum og eitthvað, bara þessi gæi getur ekki gert neitt við mig og þú veist, kannski var það rétt hjá honum, kannski var það rétt hjá honum. En samt, þú veist, þú vilt, þú veist, hann er ekki alveg búinn að sanna sig, þú veist, hann er undefeated og allt finishes og eitthvað þannig, en samt svona, þú veist, þú ert ekki alveg búinn að mæta einhverjum alveg UFC gæjum, sko, og svona bara vertu smá humble þangað til, sko. Áður þarf það að éta þetta humble pie, sko. Af því að mig langar að sjá hann mæta einhverju skrimsli og verða humble núna, sko. Bara eftir hvernig hann talaði, sko. Ok. En þetta var, sko, hann hafi verið biggest favorite á þessu karti, þetta var alveg algjört mismatch, sko. Já, 1-10 held ég. Já. Komið inn í vartan. En ég var eitthvað svona að rannsaka kartið fyrir. Ég bara, get ég tippað þannig að þetta er alveg guð. Svo var það, markarinn alveg búin að sjá við mér, sko. Já. 10 á stuðul og eitthvað. Man nennir ekki að setja pening á þannig, þú veist. Nei, ekki það er ekki worth the risk, sko. Nei, ég sá einmitt að Elli var að betta, hann var að senda mig slipin sinn og hann búin að vinna allt og svo bara þessi gaur eftir. Já. Hann eitthvað, ég veit svo sem ekki hann bara eitthvað, við sáum hann var big favorite og eitthvað. Ég var bara, that's risky. En já, þetta var mismatch, algjörn mismatch. Það er rétt. Herru, síðast en ekki síst, Louis Sutherland á móti Tai Tuivasa. Það er búið að droppa Tai Tuivasa, hann er ekki lengur í UFC. Já, ég sá allan svona removed eitthvað á Instagram, en maður hættur að trista því. Því að það kemur bara einhvern veginn alltaf að einhver tapar, þá er einhver sem vil segja removed. Já, bara ef hann stendur sýtla. En þú veist, ég meina, þetta er bara, þetta Tony Ferguson run sem hann er á er bara komið gott held ég, eða ekki? Það varst. Já. Mér fannst í smástundu eins og þetta gæti orðið skemmtilega fætt. Hann svo náði að verjast eitthvað fyrstu felltilrauninni, notaði eitthvað svona guillotine og náði að losa sig, lenti einhverju smá strikes, en svo kom bara Louis Sutherland með bara eitthvað spinning elbow og bara eitthvað big knee og maður var bara ho og eitthvað svona, gæti verið skemmtilega fætt, en svo bara einhvern veginn ákvaðs Louis Sutherland bara að dreina gastankinn hans Tai Tuivasa og þú veist, setjast núna á hann og láta hann hamast fyrir þessu einhvern veginn. Já. Það var svona þetta var svona hálflota af maður svona vonandæri skemmtilegu fætt í svona hálflótu. Svo restina bara þannig var maður eiginlega bara svona hafði ekki mikla trú á þessu. Nei, en Tai Tuivasa er einhvern veginn bara svo alveg týndur í gólfinu. Já. Og mér finnst bara vandræðilegt þegar Louis Sutherland svona fat guy rólaði með Tai Tuivasa. Hvað heitir Man ekki hvað þetta heitir í alveg, þetta heitir ekki fat guy roll, sko. Fat guy roll. Þegar maður er svona í törslunni, skilur, og eitthvað svona setur hendina yfir og er með lappirnar, þú veist, báða lappirnar yfir mér. Það er bara í kodnís. Já, og maður svona tekur hendina og rúlar sér, skilur. Já, það. Ég man ekki eins og hvað það heitir. Nei. Þetta heitir alltaf einhverju. Þetta er bara eitthvað fat guy shit. Já, þetta er bara, ég þekki þetta bara sem fat guy roll, skilur. Svo það er Louis Sutherland einhvern veginn svona fat guy rollaði með hann, þá væri bara, þú ert alveg týndur. Greið maðurinn. Ég vil bara sjá hann fara í bare knuckle eða dirty boxing. Dirty boxing? Þannig að þá að vera litlum nærbuxum eða er það... Veist ekki hvað dirty boxing er? Nei, Þannig að Mike Perry dæmi. Já, og Jólur Meir og er að gera gott þar og eitthvað. Já, það er það sem þú mátt ground and pound en mátt ekki fara niður og eitthvað. Já, verður að standa í báða lappirnar og ground and pounda. Já. Þú klárar það þannig, sko.
Já. og þú veist, þetta bara basically, þú veist, box með olbúum og þetta skemmtilegt sko. Já. Það svona gaman einhver svona retired UFC gaur að geta farið þarna að halda áfram að græða penning. Já, sem náttúrulega það sem við viljum fyrir UFC-gurinn okkar við viljum að þeir geta grætt penning það var svona kannski búin að rappa upp þessi Perth-karti Gott kart sko. Já, þetta var mjög skemmtilegt ég hafði einhvern veginn bara hrikalega gaman að þessu en við fengum einu kvörtun í síðasta þætti við erum að gefa út official afsökunarbeðni en Ekki fyrst skipti og ekki síðasta skipti, það getur loðað ykkur en afsökunarbeðni vikunar í boði í boði yngling fastur liður fastur liður vel hvort eru við að biðja fóreldrarna eða dótturina bara bæði, Já. það var rangt á okkur við erum alltaf búin að vera oft svona gegnumgangandi djókur hjá okkur við viljum ekki styggja kolku eftir stóra glímikonum málið og það hefur alveg verið fyndið stundum við satt að eins og það kolka átti submission modsins og við myndum ekki hvað það var og við varum bara kolka verið ekki ánum með þetta en við dróum nafndótturinnar inn í svona inn í jókið og þó þú veist kolka hefði verið the butt of the joke þá sem drámt á okkur að hafa blanda nafni 7 ára dótturinnar inn í þann brandara og okkur þykir það mjög leðilegt og byggðist afsökunar því og það var sérstaklega að ég dreg nafnið inn og gerir grín af hún alltaf með þú ætlaði náttúrulega bara svona fara fram hjá barnaflokkunum í eitthvað kolka verið ekki ánægð ég sá á tölvunniðinni hvað efsta nafni var þarna en kolka er mikill feministi þannig ég ætlaði svona aðeins að stinga í hana sko fyrir að dóttirinn skuli vera bara skýrð í höfuð á manninum sko þannig þess vegna var ég svona eitthvað að dróða aðeins inn sko tók nafn stelpunin inn en það veist maður á ekki að gera það er ljótt og það er óþarfi og við byrjumst afsökunar hún er frábær og hún átti náttúrulega aldrei við vorum aldrei að gera grín að henni, dótturinni hún er frábær og það er eins og sagt að glímustelpur eins og hún þyrftu góða fyrirmyndir og hún er nú bara með eina góða fyrirmynd í móðu sinni algjörlega þannig að betra að taka mömmu sínum til fyrirmyndar heldur en okkur strákana það er rétt herru við höldum áfram það er UFC næstu helgi það er 328 like this núna er Jón Frank á heima núna saman hendurnar Chimaev Strickland herru þetta er bad blood bara það er alltaf sjóðu einmitt þeir eru að tala bara þeir ætla ekki að hafa face-off og eitthvað bara þegar þeir nenni ekki þeir vita að verður eitthvað vesinn þeir eru ekki bara að tala um að skjóta eitthvað náttúrulega sko Strickland er alltaf búin að kalla hann the Chechenian whore bara hvert einasta tilefni bara í þau svona ár eða meira sko þetta er alveg skeri sko lífið hans Chimaev sko getur alveg hættu sko þú veist hann þarf að gefa beltið sitt til diktatorsins og við séð það hann mæti þú veist í landið sitt hann að gefa beltið til hans og þú veist hann getur ekki gert neitt í þessu það er alveg skeri sko Chechnya er skeri sko ég held að erfitt að eiga slæman tengdapappa með þér ég held að það sé ekki dróðslega þægilegt að búa í Chechnya þegar þú fær ekki að hafa skoður um hlutunum sko. þú fær ekki að segja hvað sem er í podcastinu hann er úr 3 löndum ekki Svíþjóð líka ég held að hann hvað flúður hann ekki Chechnya fór í Svíþjóð og núna er hann í Dubai eða eitthvað hvað það sé bara hann ríkisborgari þar hann er með fánan alltaf UAE sem margir verið að gera þetta er eitthvað skattaparadís og eitthvað þægilegt sko djúl skiljaði vel með þér djúl væri til að fá útborgulaun bara til Dubai skrá MMA fréttir það er Dubai chocolate við bara hvað er það? Þetta Dubai chocolate þetta er eitthvað svona loðið súkkulaði þið veit af hverju Dubai chocolate var svo vinsælt af hverju? má ég segja þetta? við líðum bara eins og þetta sé ekki kúkur sko til að fela veistu, og googla Dubai chocolate í staðan fyrir einhverju prinsar að kúka fólk að vera súkkulaði þetta er bara til að fela það það er að fela að einhverju prinsar sé að
Nei, bara svona eitthvað ríki gæri í Dubai, eitthvað kaupa eða fljú einhverja konur út. Já, Það kúka þær. Dubai chocolate. já, ég skilji. Ef maður ætti allan penning í heiminum, væri maður ekki bara að því að... Jú, ef þú væri með eitthvað netta kvennfyrirlitningu líka, sko, því ég hef heyrt, sko, þú veist, það sé alltaf vera að kúka upp í þér. Já, það. Já, bara Já, mörg, ok. bara myndböndun og X, þar sem að þeir eru bara að borga ykkur hvítum konum. Það bara opna munninu og það er bara, við kúka bara upp í þér, sko. Já, þeir vilja fá þessar Christian women og Já. niðurlega þær. Já. Já. Þetta er hræðilegt, bara, fyrir smá auður. Já. Það gera hvað sem er. Shit. Það er bara, þeir taka niðurlæginguna, þeir kaupa niðurlæginguna. Sick. Já, tölum við UFC. Já. Ég byrjaði þetta á húps. Þetta er ADHD podcastið, skilur við. Já, Svona er þetta bara einhvern veginn svona, þú veist, þetta er svona... Chimaev Strickland. Hvað Strickland var myndi fluffy síðast? Já, pakkaði honum. Já. Og hérna, á saman tíma var það hérna Kamsat sem að pakka þess að Dricus Duplessis crossfestar hann á gólfinu. Já, mitt. Haldið að hann var að gera það saman með Strickland, eða? Þú veit, væri fyndið að myndi gera það saman stíl. Ég held allan að hann pakka honum, sko. Þeir hafa æft saman og Sean Strickland, þú veist, viðurkenndi alveg á þeim tíma að, þú veist, hann sagði í einhverju viðtali að hann hafi sagt við Hamzat bara, þú veist, róaði næðing, veist, þú getur lagað með alla hérna í gimminu. Róaði, bara take it easy on us. Þannig að, veist, við vitum alveg að Strickland er ekki alveg á levelun hans, sérstaklega ekki með gimminu. Nei. Þannig að ég held að þetta verði örgulega eitt mesta mismatch í title fight sem við munum eftir, sko. Meira mismatch en Kamsat á móti Dricus Duplessis. Já, ég held það. Meira mismatch en það. Já, ég held það. Maður var alveg með trú að Dricus smá, sko. Einmitt. Svo bara... Já, en þú veist, hann Og það- endaði bara Ég held að flatur á gólfinu og rétt kýla sig. Já, Ég held að þetta endi bara í fyrstu lótu, sko. Ég held að verði bara eins og Robert Whittaker, sko. Það verða bara, hann bara kjálkabrýtur hann með face cranky í fyrstu lótu, sko. Það var rosalegt, sko. Ég held bara, hann bara hjólar í hann og hann bara klárar hann. Ég held að þetta muni ekki taka langan tíma, sko. Ég spái first round finish, sko. Þetta er annarkvort Kannski verður hann svo reiður út í hann að hann mun ekki tjóka hann, heldur bara fucking lemja hann. Já. Þetta mun annarkvort enda snemma eða vera leiðilegt, ég held það, sko. En first round, sko, það verður... En sjáu þið fyrir ykkur að Sean Strickland getur bara staðið og bara Nei. Það er ógeðslega leiðilegt, sko. Ég elska að horfa á Strickland. Bara með eitthvað sitt tempo í gangi og doing the man dance og... Ég held bara að það sé ekki möguleika með móti Hamzat, sko. Nei. En það er rétt, sko. Hérna Strickland, hérna... en sko, hann er svona eitthvað að bakka með það, sko. Eftir þetta mikla æfingufélagar. Hann er eitthvað að bakka með það og núna er þeir einhvern veginn svona ósamála, þú veist. Kamsat segir, já, ég landi þig og Strickland, nei, ég landi mikið neitt, ég landi þig og hann, ég landi mikið neitt, eitthvað. Þannig að það er svona, það er skemmtilegt, sko. En ég held samt að, þú veist, ég hef vel áhyggjur af Kamsat, að ég held að, þú veist, ef að Strickland er að veðra stormin í einu tælótur, að það hægist alltaf á Kamsat. Já, ég meina að Gilbert Burns náðu að gera það. Já. En það var náttúrulega... sem að hömblaði Kamsat. Já. En það var náttúrulega strækjubardagi, sko. Já, einmitt. Og já, það var náttúrulega í annari vikt líka. Hamzat örgulega svona meira dreint að hvert hann er í veltuveit þá, sko. Einmitt. En jú, ég meina ef Gilbert Burns gætt veðra storminn, Já. þú veist, gæti alveg verið. En ég veit ekki, ég sé þetta fyrir mig sem bara first round finish, sko. Bara vona hann fær ekki flensu og Kamsat og hann fætar. Já, Ég fær ekki hvað. Flensu. Já. Hafði mikið í því að verða veikur. Já. Kamsat. Ég held hann bara ofþjálfið svakalega. Já, þetta er ofstjálfurinn, sko. Já. En sko, Strickland bara legit hótaði, eða sagði bara, ef að einhverjir goons frá Kamsat jumpa mig, að koma að mér og verða með eitthvað stæla, þá ætli bara að skjóta þá. já, Og hann er ekki svona að ljúga, sko. Nei, hann var bara eitthvað svona, já, sko, ef maður er orðin pínu svona desensitized, einhver gaur er bara svona að hóta að skjóta fólk og maður er svona, innmitt. Eitthvað svona, þú veist, maður tekur ekki svona alvarlega lengur eitthvað. Hann bara, já, hóta að skjóta hann. já. Flott hjá hún. Ég trúi því. Það er áhugavert, en þú veist, ég held að sé mikil spenna fyrir Spartan, sko, þeir eru alveg að selja þetta vel. Já, Strickland er allavega að selja þetta vel. já, það er alveg bíf hana. Já. Þannig að það er allavega Og gaman. Kamsat postaði á X. Hann bara var spenntur við þessu, sko. Já. Spennandi, sko.
Einlega sko, líka veist að þegar þú veist Kamsat postaði á X mynd af Strikkland með pappa sínum Já. og sagði eitthvað svona hver er maðurinn og hver er stelpan það er maðurinn sem gerði þig að stelpu þetta var eitthvað mjög rússnest svona rússnestist, eitthvað svona pappiðin gerði þig að stelpu bara misnotaði ekki bara. Já, þetta segja svona dark mjög dark, en þeir eru bara það er ekkert heilagt á það sko. Það er frekar crazy en já, er ekki Strikkland alveg super underdog? Jú, hvað segir? Flett upp coolbet Já Ertu eitthvað að leika þar þessu? Þetta? Já Ég hef ekki mönni í það sko Það er rétt hjá þessu Ef ég myndi byrja þá get ég ekki stoppa Já, þetta er svona Þetta er smá Pringles sko. Þetta er svona einu sem smakka getur ekki hætt 1.16 og Hamsat 5.60 og Sjón Strikkland það sem ég skil alveg, ég bara sé ekki fyrir mér Sjón Strikkland vinnin að borta Nei, ég þarf nú að vera samanlega sko Ég Alltaf að maður er eitthvað að gera veðmál við vinni sína eða eitthvað þá tapar alltaf sko Já, ég er líka bara það var einu svona það sem að félaga mínu volt á spurðu mig það svona hvernig heldur þú þetta færi núni Já. Og svo gerði alltaf anstætti það sem ég gerði og þeir voru alltaf að græða Hvernig þetta var ég var svona einhvern svona bara, já, ég held ekki anstætt Já, hvað, 5.60 5.60 og Sjón Strikkland basically bara þú sér það ekki svona í title fight sko Nei En það eru nokkrir áhugaverðir underdogs á þessu karti mér langar að henda smá pening á Jeremy Stevens á móti Bobby Green og mér langar að henda smá pening á Waldo Cortes Acosta á móti Alexander Volkov Já, það er ekki bara legit það? Það er ekki, ég skil ekki okkur sem gæðir eru svona big underdogs sko Er ekki þetta er við fáum líka flyweight championin Já Joshua Wan, en hann er underdog Já, ég skil það reyndar alveg Aha. Það er svo Tyra er svo intense hann er svo intense og náttúrulega Joshua Wan er striker og bara þú veist wrestling pressure frá Tatsuro Taira er svo intense bara þú veist hann á eftir að enda eitthvað á gólfinu og þú veist bara jiu-jitsu hans er fucking geggjað Já, það var Taira átti eitthvað svona eitt flottasta jiu-jitsu moment sem ég man eftir í MMA á móti Brandon Moreno var bara figure 4 aftan á Brandon Moreno minni mig Já. Brandon Moreno var eitthvað svona, hann var að rúlla sér eitthvað og já, erfitt með að lýsa þessu skilur en bara svona hvernig hann flætti með Moreno og lét ekki svona já, þú veist, overcommittað ekki í eitthvað svona rúlu skilur kannski, Brandon Moreno alltaf kannski taka bara heilan hring 360 skilur en svo var hann með eitthvað svona trikk þar sem hann alltaf stoppi miðri leið og fari hinn hundina sko og Taira einhvern veginn bara laðast það 100% skilur hann er svona flæðir ekki, þú veist, hann svona anticipator ekki flæðir, skilur, hann er bara með þér bara sentimeter fyrir sentimeter einhvern veginn en bara svona hvernig hann bar sig í glíminu gegn Brandon Moreno það var maður bara, þetta er bara glímar að guðsna á, sko Það er líka sett svolítið að kortið hann á móti Alex Perez þegar hann var klifur upp á baki á honum og ég man ekki nákvæmlega hvað gerði en hann einhvern veginn svo krekti fótinn og svo bara hallaði þessi alveg hinn áttin og einhvern veginn tók hann niður og Alex Perez bara eitthvað meittist við að detti í gólfið ég man ekki nákvæmlega hvað gerði en það var alveg eitthvað svona, þú veist, það var alveg bara svona eitthvað fernt sem hann gerði þarna eftir hann náði að klifra upp á baki á honum sem er eitthvað svona sem maður hefði ekki séð áður hann einhvern veginn bara svona hjakka á honum eins og einhver fáni og gerði eitthvað, ég man ekki nákvæmlega hvernig það var en maður var bara eitthvað svona, wow, þetta hef ég aldrei séð neitt gera áður munið ekki eftir þessu? Það hangið svo fáni? Já. Á öðru manni? Já. Nei, ég hef ekki séð það þú veist, mér svona rámar í það ég hef þetta að horfa á þetta aftur til að geta satt að byrja mér rámar í það samt sko. En hann sleit eitthvað í hnén á sér það ekki jú, við að þetta sko. Það er bara vel gert já, fyrsta sko, titilvöldin hans Joshua Wan eftir að hafa unnið titilin kannski með svona frekar mjög sannfærandi mjög sannfærandi niðurstöðu var þetta ekki í fyrstu lótið það sem að jú, hann bara meittist á fæti, var það ekki? Nei, ekki lyfti hann sparkinu já, let Pantoja, já hvað, greip spark hrindi Pantoja sem að datt aftur fyrir sig ofan á olbúan já, hann á olbúan og eitthvað, olbúan beginner mistake sko já, einmitt það var einmitt mjög skrítið sko það var gæði eins og Pantoja myndi gera þetta já einhvern veginn bara
posta hendinu svona þegar hann detta. Já. Maður bara, ég gerir þetta alveg stundum skilur, maður gerir þetta alveg oft, Já. maður kemst upp með þetta, en það er mikill óstíður sko, maður á ekki að gera þetta. Já. En þetta er svona, Gerist hann í Póllandi, sko. já, Já, þetta var... Já, það er ekki að læsist út, sko, en það er bara, ef maður lendir eitthvað með hendina út, mun eitthvað að gera, sko. já. Þú veist, ég man bara, Ísak Vexler tók mig niður á Reykjavík Open og ég gerði mig sama, þú veist, postaði svona hendur og svo maður bara, fuck, þetta er svo mikið viðbragð eitthvað. Já. Það er eitthvað svona, versus að leiða sér þetta og slá, sko. Já, Það er, en hérna, munið eftir 2 svona ungu mönnum í title fight. Þeir eru 24 og 26. Það er ekki oft sem að sé 2 svona kornunga stráka nei, í title fight. báða frá Asíu. Já. Þú veist, Joshua var náttúrulega bara bandaríkjamaður, sko. Já, er hann ekki representing Myanmar eða eitthvað? Jú, Myanmar, hann fæddist þar, en hann er náttúrulega hérna Houston, Texas, sko. Já. En svona. Það var einn ákveðin svona punktu við hérna Tatsuro Taira. Að hann er einhvern veginn svona farinn að líta framhjá Joshua Van og tala svona hvað hann er að gera eftir barna. Það er aldrei gott. Nei, mér varst það svona eins og hann væri ekki alveg þannig að svona eins og hann svona sjáu hann svona var svona að tala titilvörðina sína gegn Pantoja þegar hann Pantoja kemur tilbaka. Þá var maður eitthvað svona Já, það er ekki gott. Nei, það er eitthvað sem ég hef aldrei fílað. En það er gaman að þessu. En já, þetta er hvað er þetta kvöld? Er þetta í Bandaríkjunum? Þetta er New Jersey. Já. Jersey. Þannig að, hérna, þú veist, Strickland og Joshua Van eru á heimavelli, þetta er í Bandaríkjunum. Þannig að, hérna, það geti kannski hjálpaði með eitthvað, en þeir eru báðar underdogs. Já. En hérna með Tatsuro Taira, náttúrulega Brandon Royval sigraði hann. Honum tókst að halda þessu standandi og gerir það að hérna, kickboxing fight og rétt numlega vann hann. Þú veist, Joshua Van gæti alveg gert það líka. Þannig að þú veist, ég held þessi mjög hættilegt að vera að horfa fram í Joshua Van því hann er geggjaður strækir. Já. Mjög góð strækir. Klikkaður strækir, sko. En ég sé samt fyrir mér að Tatsuro Taira að eigi eftir að ná takedownum. Allan að ná bara að íta honum upp á búrinu og þú veist, kannski gera þetta leðilegt, sko. Gera þetta langt og leðilegt og erfitt. Þannig að þú ert Tatsuro Taira megin í lífinu? Mér langar að segja Joshua Van, sko. En ég er svolítið hræddur að Tatsuro Taira taka það. Já. Ég bara var að grappla að vinna tætulegi og svo hugsa þú veist, gera skemmtilegt hérna. Já. Eitthvað? Þú veist, Joshua Van er strækir, ekki? Jú. Já. Ég held að Tatsuro Taira að fara að sabba hann, sko. Já. Já. Gælur, ég hef góð tilmyndum fyrir Joshua Van. Við erum bara svo það góður strækir. Já, hann er svo clean, sko. Já. Og það gæti verið vesinn. Tatsuro Taira er bara svo fucking intense. Já. Hann er svo intense að bara það er eitthvað martröð að vera inni með honum, sko. Hann gefur ekki eina sekundi til að hugsa. Nei. Já. Ég þarf að ég ætla að rauna smá tape study. Áður en að ég Og hann setur pening á það. Já, hann setur pening á það. En ég er Joshua Van megin í lífinu. Já, ég seti smá pening á Joshua Van bara til að vera með honum í liða því ég held svo mikið með honum, sko. En ég er fucking hræddur við það. Já. Hvað líst þér á Alexander Volkov móti Valdos Cortes Acosta? Ég? Já. Ég er spenntið fyrir Valdo, sko. Hvað segir þú? Mér líst á Valdo, sko. Já. Það er báðir búin að vera einhvern veginn síkilega öflugir, sko. Já. Sko, fanvotesinn eru 68% Volkov, 32% Acosta. Er það, þú veist, er það ekki svona tildulega sanngjarnt, eða? Tek tilbaka, mér finnst Volkov meiri sjans. Já. Það er svona, sko... Volkov náttúrulega hefur hæðina og faðminn og það og náttúrulega hefur ekki tapað nema bara á móti, þú veist, Aspinall og Cyril Gane, þú veist, þannig að Valdo þarf svolítið að sanna að hann sé that guy, sko, ef hann ætlar að vinna Volkov. Já. Þú veist, Volkov bara, með þess að Volkov tók Sergej Pavlovich. Já. Þú veist, hann er gæinn sem að stoppa menn, þú veist. Menn lenda á þessum rússneska vegg í heavyweight. Já. Þannig að, Acosta tapa fyrir Sergej Pavlovich. If MMA með þeim, sko. Já. Sem við vitum að það gerir aldrei, eða það er aldrei hægt að treysta það allan. Nei, maður, sko, ég sá eiginlega fyrir mér, sko, að þetta væri svona skælbara steinn í titilbarðanum hjá Sean Strickland, sko. Þú veist, Styggus du Plessis,
fær beltið af Strickland tapar beltinu gegn Khamzat þá kemur Strickland og fær beltið frá Khamzat þetta verður svona skærbla state sko. Það mitt MMA math það gæti verið þannig staða með Sergej Pavlovich á milli Valdo og Volkov já en annars finnst mér svona eins og að Volkov sé aðeins svona hann meira established sko. hann það, já og líka eitthvað svona farin að grappla á einhvern veginn, þú veist, hann lengri og ég held að hann fatt alveg þetta power hægri system hjá Costa sko já, þú veist, þetta ekki bara eitthvað power hægri, þú veist, bara Valdo bara með rosa gott box og þú veist sama, þú veist, hann alveg með fleiri vopn heldur bara einhverja overhand sleggju sko jú, svo sem þannig að en þú veist, það var bara á eftir að vera erfitt að koma sér færi á móti manni með svona svakalega faðm, sko. Og þú veist, það spurning hvort að Valdo reyni eitthvað að glíma við hann, af því einhvern veginn, ég held að sé kannski, þú veist, það væri kannski bara auðveldara að skjóti í einhverjar fellur og fara í eitthvað svona klints og reyna einhverjum svona uppercut á klintsinu og eitthvað svona þannig dört í dæmi, sko. Heldur en að standa í range með gæja sem bara svo fucking rangy. En ég veit það ekki ég hef trú á að Valdo finni leið já ég finnst það líka bara skemmtilegur ég byrjaði að hata hann þegar hann var með eitthvað svona stæla hann við Arlovski á sínum tíma já. Ég alveg hata hann gæja sko en svo var hann búin að vinna mig á sitt band bara með skemmtilegu boxi eftir það sko með góða performance sko spólgraða gæði sko já, nákvæmlega hann en finnst sko hann hann frótcheckaði Robles Spain þá var maður bara svona nice og þú veist, svo er hann búin að eiga hvað var ekki, Derek Lewis sem hann vann seinast og já, Samuel Gassi og Ante Delajsa þetta líka já, hann er búin að vinna hann er alveg búin að vera svolítið að líka finna þess að gæja og fá performance bónusa og þú veist, þetta er skemmtilegu gæja sko ég trú á honum, ég ætla að setja þess að penja gána sko og hann er underdog hann er big underdog já quiz, hvað er boxrekord hans Kosta Valdo það er eitthvað gæðið mikið af því að hann er ekki með mikla MMA reynslu nei en hvernig er boxrekord hans sem allir boxi ég ætla að segja að það sé alveg bara 20 sigrar og 2 töp 20 sigrar og 2 töp Jón Frank, maður bjóða þeirra að giska á atvinnu boxrekord hans sem Valdo Kosta ég ætla að segja kannski 15-7 þið eru rosalir, hann er 6-4 mikið ofmat skynja ég á Kostis að Kosta já, þú veist, hann kemur frá Kúbu, það ekki? Já, kúbverskir boxarar er náttúrulega er ekki frá Dominíska lýðveldinu? Jú, hann var Dominíska Dominica já, það er rétt hjá þér I know black, I Dominica já, eitthvað svo leiðis þannig að svona same já but different já já, ég fíla hann hann er alveg búin að vinna með á sitt band það er líka með 9 börn já, það er geggjað er það allt með sömu konuna? það er spurning ekki með, 9 börn með sömu konunni það er respekt á konu allavega já, það væri old school kona ég var að spyrja ChatGPT já, að gera en sko öll svona prediction model um MMA þau spá Volkov sigri þetta er svona að svona kemur skýrasta niðurstaðan í öllum prediction modelum að þetta verður sé Volkov sigur en þú veist, ég veit ekki já, ég held að Valdo finna leið sko já, ég bara Valdo já, ég hef þetta á Volkov Valdo keeps his family life very private. Details about the mothers or relationships aren't publicly confirmed. Mothers náðum honum ætla að sé bara 9 konur, 9 börn, real bad man ég er ekki tissa jú, var ekki eitthvað að vera að tala um það þetta væri allt mismunandi já, mér rámar eitthvað í þetta núna jú þess vegna er þetta præð ef hann ætti eina konu og 9 börn með einni konu þá væri hann örugglega bara ég er góður maður, þú og minn guð 9 börn með einni konu, bla 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 þetta er örugglega 9 börn, 9 konur ekkert meðaleg
Þetta var eitthvað svona stemning sko. En hérna Sean Brady mætti Joaquin Buckley. Þetta skemmtilegu fætt, sko. Já, Buckley. Já. Buckley. Ok. En hérna mjög 50-50, fann votið bara 54% Brady, 46% Buckley. Og þetta ætlaði ekki Sean Brady að færa sig niður í lightweight eftir hérna. Já, byrjuðu það var eitthvað að tala um það. Já, það ekki mála, þegar hann bara Þetta veltuveit, annarlega. hann stóðst þessu ógeðslega illa mótið Michael Morales. Pingu lítill hann að móti honum, sko. Já, Michael Morales er líka bara svo stór. já, Þú veist, maður einhvern veginn bara hvernig ná þessi gæðaviktur inn. einmitt. Þannig ég svona, en mér finnst, maður svo, 1.78 á hæð. Hann er ekkert risavaxinn, sko. Nei. Joaquin Buckley 1.78, já, hann er jafnstórir. Þá líður mér svolítið eins og þetta sé Sean Brady. Sean Brady bara það, því að Sean Brady performa illa á móti gaurum sem eru líkamlega stærri og erfiðar en hann, sko. Já, ég hallast líka Sean Brady náttúrulega áður en hann mætti Michael Morales, maður sá hann fucking dominata Leon Edwards, hann brók hann að dominata hérna fyrirhandi champ, svo ekki það langt síðan hann var champ. Maður var bara svona ok, hann er að fara allir leið í, þú veist, þessi gæði getur verið future champ. En svo náttúrulega bara hérna stoppaði Michael Morales það, sko. Já. Og þú veist, þessi deild svo mikið competition og toppum á þessi deild, sko. En hérna, með góðum sigri hérna getur hann komið sér aftur í umræðina, sko. Og hann hlýtur að vera hungraður í það. Þið voru báðir hann þegar Sean Brady voru fætt í London, ekki? Já. Jú. Varst þú líka úti? Já, einmitt. Ég voru hann með páfa mínum. Já, nice. Það var það var allir að fara þú veist, hvað þriðju aðnari lótu. Já. Ég var ekki að reyna að segja að pappa minn, sko, Leon Edwards var ógeðslega góður, eitthvað, myndi make a comeback, skilja eins og móti Usman. Já. Svo bara, nei. Já. Ég man ekki hérna, hvað, Sean Brady hótaði einhverju Kimura, var eitthvað með topp, hótaði einhverju Kimura það með að setja upp Mounted Guillotine eða eitthvað. Já, hann með eitthvað svona Mounted Guillotine. Já, ógeðslega vel gert. Hann var hann ekki bara, þú veist, hann var ekki búinn að læsa hendin einhvern veginn, ég man ekki hvernig hann Já, þetta það var bara svona önnur hendin, ég man ekki svona, já, einhendis og svona Já, dregur svona hausinn á þar sem bara eina hendi til að Mounted Guillotine, sko. Þetta uppáhaldsmissionum mitt, sko. Ég lærði að elska þetta eftir hérna eitthvað kamp í Tælandi. Þú hefur ekki farið á Guillotine seminari hjá Valentínudaginn? Nei, Ekki? Ég reyndi að gera það ekki, ég hefði látt að gera það. En ég bara, ég er bara að overlóta svo mikið af alls konar tekni og eitthvað. Lendur þú líka í því að bara læra of mikið á stuttum tíma Já. og svo maður bara eitthvað að kúka á sig þegar maður er að glíma? Ég bara stundum nenni ekki að gera tækni, sko. Ég líka nenni ekki að fara seminars lengur, sko. Nei. Það er gaman að fara hjá honum Valentín, sko, seminars. Já. En maður hefur ekki pening til að fara alltaf, sko. Nei. Það er að fá eitthvað sponsor. Já. Hvað kostar svona? 20.000. Ekki 10 skall. 10 skall. Eða 10-12.000. Hægt að róla að hækka. Já, það getur verið, sko. En maður svona, þetta er svo mikið, sko. Ég fór eitthvað Kimura seminar hjá Valentínum daginn. Hann kennir ógeðslega mikið. Já. Þetta er góður, þú veist, hann með leiki og eitthvað. Já. En svo fer ég í glímu og ég næ engu. Já. Þú veist. Það er að viðhalda þessu. Já, nákvæmlega. Ég næ engu sem hann kennir mér, sko. Og svo núna, ég spurði hvernig maður fer eftir að glíma. Já. Það fá einhverjan hér líf og Já. ströggla gegnum þetta. Býta í axlinn. Ég var að tala um það, Nei. ekki? Nei. Nei, ok. Nónum sem ekki svona alvöru fætir að það þarf að halda öllu lengi, sko, að það kemur eitthvað upp á. Já, það þarf ekki að ræða þetta. Nei. Herru, who you got? Sean Brady eða Buckley? Ég segi Brady. Brady. Ég held samt að það verði skemmtilega fæt, sko. Ég held að Buckley geta alveg gefa honum svolítið mótspyrnu, en ég held að Sean Brady ná sér gólfið, sko, á endanum, sko. Ég held það líka. Og svona af því að svona atgerfislega, svona líkamlegt atgerfi, þú veist, þó að Buckley sé hnaust ykkur, að þá svona, þú veist, það held ég að, já, að Brady sé bara of góður í glímu og og það verði vesen. Brady er líka bara flottur boxari, sko. Já. Maður má ekki alveg svona stimpla hann sem einhvern grappler of mikið, að hann getur alveg
sveifla líka sko. Já, þá hann hafi klúðrað þess að móti Morales. Flestir klúðrað í lífinu móti Morales. Já, bara allir. Allir. Það er rétt. Það er engin sloppið. Það er rétt. Það er, sko, mileage bardagi ársins. Einmitt. King Green á móti Jeremy Stephens. King Green. En þessi gaurar eru sko með, sko, sína milli með yfir 100 barda. What? Það er rétt hjá þér? Já, fuck. Þetta er eitthvað svona eldgömul svona Honda Civic sem búið að keyra 400.000 kilometra á móti gömlum Volvo sem bara neitar að deyja. Shit, þetta er svakalegt. En já, hérna Joshua Van á móti Tatsuro Taira verður svona antidótið við þessum barða. Já. Sko, nú þarf ég að fara að reikna. Ég er búin að koma með reiknivél. Sko. Jeremy Stephens er sko með 51 barða og Bobby Green er með 51. Þetta er 103 barðar. Já. Og eitt wow. Já. Já, bara þeirra milli, skilur við. Já. Þannig að þetta er mileage bardagi ársins. Sko, Jeremy Stephens er big underdog en ég hef trú á honum, sko. Við erum það trú, hann er líka ég held að hann finni höguna á Bobby og steinrótan, sko. Já. Ég held það. Við líka svona vitum, sko, hversu mikið Bobby Green hatar að hérna setja hendurnar upp. Já, setja hendurnar upp og hatar að glíma. En sko, Jeremy Stephens kemur tilbaka og fæ bara barda mútið Mason Jones. Sem var geggjaði bardagi. Já. Ég held að hann sé ennþá game, sko. Já, hann er nefnilega mjög game og Jeremy Stephens í hérna fucking Bernacle bara búin að vera geggjaður, þú veist, hann er fucking fighter, sko. Já. Og Bobby Green með hendurnar látt niðri og eitthvað, ég held að finna höguna á honum og ég held að fara niður, sko. Já. Ég hlakka til að sjá þetta, sko, það er 3.50 á Jeremy Stephens. Ég hlakka til að sjá, sko, þegar það verður komið inn með KO-ið, sko, inn á Coolbet. Jeremy Stephens bara KO, ég áttur að henda smá pening á það, sko. Já. Já. Því að King Green er bara, hvað, hann er búin að láta róta sig nokkuð sinnum núna. Er það ekki? Jú. Já. En svo líka vinnur hann, ég meina, hérna, þú veist, vann Daniel Selhuber. Já. Þú veist. Sem er þetta alveg ótrúlega. Það er alveg bara geggjað, sko. Já. Það er þetta alveg geggjað. En náttúrulega, já, hann náttúrulega átt þetta hérna spinning heel kick frá Mauricio Ruffi, náttúrulega. Þú veist, það var eitthvað. Það er svona, þú veist, þetta er skemmtilegt kart, sko. Ég er að segja það. Það er svona eitt og annað þarna sem að má skoða og hafa gaman af. En ég er svona, já, þú veist, William Gómez sem heitir Pat Sabatini, líka skemmtilegt. Roman Kopylov er mættur. Kopylov er alveg big underdog mútið Tulio, ég er svona og Joel Alvarez er underdog mútið Jaroslav Omosov. Já, þessi Jaroslav Omosov er líka bara einhver úkrainsk skeppna sem kom á Bellator og bara já, þú veist, já, er einhver alveg gæi, þannig að þú veist, þú veist, Joel Alvarez er búin að vera sanna sem bara eitt mest spennandi newcomerinn í lightweight, sko. Þannig að, þú veist, ég þekki Jaroslav Amosov ekki alveg nóg mikið en til þess að vera bara favorite coming in á móti Joel Alvarez, þú þarft að vera búin að sanna það svolítið vel, sko. Já. Þannig að þeir sem að en hann pakkaði Neil Magny í Anaconda Choke sem að Neil Magny getur alveg glimt, sko. Já. Þú veist, ég þarf að horfa á þann bara aftur. En hversu oft höfum við séð skilur gauður að koma frá Bellator bara, þú veist, þeir eru geggjari Bellator og allir bara blablabla og svo komur UFC og svo eitthvað. Maður sjá það ógeðslega oft. Þetta gæti við verið að horfa á eitthvað sem Fight of the Night dæmi. Þetta áttur að ég er svona sem mest spenntið fyrir þessum bara á kartinu, sko. Já. Gæti verið. Gaman að þessu. Svo erum við Jim Miller þarna. Hann einhvern veginn neitar að retæra. Hann ætlar að sjá til þess bara að hann eigi öll met. Já. Hann á með núna yfir hvað, flesta mínútur í oktagoninu og bara flesta parta held ég líka. Já. Henni ekki er. Það er ekki bara flesta sigra og flest töp eða eitthvað, þú veist. Já, við fíla það. Hérna, ef við bara slá botnin í það eða? Já. Það ekki bara. Þetta er bara basic UFC næstu helgi. Já, mér langar að kasta kveðju á hérna Jan Blachowicz sem lendi í sama á nonni að torn meniscus. Kannast ekki við það? Já, en hérna, já, Jan Blachowicz, ég er svolítið hræddur sko að, þú veist, ef hann er að slíta meniskus á þessum aldri, 43 ára, að mögulega fá ekki að sjá hann aftur. Nei,
Leðilegt sko, hann átti að mæta Bogdan Guskov ef það hefði verið gett skemmtlu fætt og mögulega svona kveði bardaði fyrir hann en 12 minni einskurs, þú veist eru að fara að líta fram á eitthvað svona recovery og koma tilbaka, þú veist, ég veit ekki að þessum aldrei sko, mögulega bara mistu við af þarna kveði bardaði Jan Blachowicz sem mjög leðilegt af því að hann geggjaður og bara jafnvel á þessum háa aldri hann búinn að vera að gefa okkur eins og úti, hérna, þú vantilega sást Jan Blachowicz sem átti Marcin Tybura í London, þar sem að hérna, já, hann var rændur þar. Mér fannst hann vinna þann bara var það ekki, hérna hann ekki mótið Úlberg? Nei, já, það var mótið Úlberg, já Jú einmitt Akkurat, já, ég að rugla Mér fannst alltaf skrítið, sko Já, ég var einmitt með já, fyrir ekki, ég að rugla, ég var með parley, sko, ég var með Póls parley, ég var með Marcin Tybura og Jan Blachowicz og Tybura var búinn að vinna og ég var alveg vissum að ég hefði unnið þetta bett og ég var með fullt af pening og ég var að fara að vinna ógeðslega mikið pening og svo bara Úlberg og ég var alveg brjálaður sko. Ég var sem meira brjálaður en það Gunni tapaði sko. Ég sammála, ég var illa svikinn þegar hann tapaði þessu. Herru, gaman að þessu. Það bara UFC næstu helgi byrjar maincardið byrjar 1 nóttina á sunnudeginum sem ekki nóg gott. Nei, ekki haldið þetta oftar í Ástralíu. Já, ég segi það. Hérna svo bara minnum við á 5. lótu Fight Night 18. júlí. Já. Menn með að byrja að vera spennti fyrir því. Já, og allan að komið 2 bardagar dagskrá og það verður smá svona misfits dæmi. Já. Ef þið langar að berjast við vinnin, þá það tækifærið. Við setjum saman eitthvað gott kart. Já, þetta allt í vinnslu. Hérna, Jón Frank, Sigur gott að fá því þáttinn. Við erum að segja hérna í bóði Yngling, við eigum nokkrar Yngling-vörur. Ertu að taka Silhouette og eitthvað sveppi? Sveppi? Nei, ég ekkert fara að taka sveppi? Ekki láta núna að plata Ég ekki að prófa þetta eitthvað, sko, þetta gott. Já, þetta Gucci, ég mæli mig bara Silhouette-inu, ég vil taka með þér. Það Gucci. En við þökkum öllum hérna fyrir að hlusta, sjáumst aftur eftir viku í morgunþáttinn, 5. lótan. Takk fyrir að hlusta og takk fyrir okkur.